Úli, Friðrik. ég veit ekki með þig, en ef einhver myndi koma upp á þér, ímyndar þetta, þú ert að labba niður í bæ og kemur til einhver, þetta er bara virkan dag, hábjartan dag, skilur kemur einhver gaur til bara eitthvað, sæll, hvað heitir þú? Þú eitthvað, ég heiti Úli og hann bara eitthvað, sæll, ég heiti Jón. Já. Ég er upprisan og lífið. og hann segir, sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Við erum ekki, hérna erum við að vitna bókstaflega í orði Jesú 11:25. Það lúkkar kannski eins og sem gjörsamlega að gera grín á honum eða því. Það er ekki það sem við erum að gera. Nei, en við erum að gera grín því að hvað er fráleit staðhæfing ef þú ert ekki það sem þú segist þarna. Nei, nákvæmlega. Sem Jón út í bæri. Hver svo sem, ég meina, nú hefur fullt af fólki sagt, þú veist, sagst vera Jesús, actually, til dæmis, eða sagst vera Guð eða eitthvað yfirnáttúrulegt. Pottitt fleiri sagt, ég er upprisan á lífið. Og ég ber alla þessa hluti, en það er annað að síðan actually framkoma. Það er annað að fara síðan deyja og bara eitthvað koma aftur. Ég meina, við höfum sagt, við tveir höfum sagstu vera lífið. Við vorum nú með þátt sem heitir Lífið á lundinni. Þannig að við opnuðum þá þætti með við erum, góðan daginn, við erum lífið. Já, sem betur verið voru ekki að meina það í þeir sömu merkingu Jesús. Nei. Hann er með copyright á því. En ég meina, þú veist, nefndu annan sem hefur fengið gröfu lánaða. Það er pæling. Ætli hann hafi borgað leigu. Það er bara hvað, þar hann í 2 daga. Allavega. Svo þarfst að fara. Gleðilega páska, kæru hlustundur. Það er páskadagur þegar þetta birtist. Akkurat, á birtingardegi. Þetta er svo, já, þetta er rosalega staðhæfing að segja að ég er upprisan á lífið og ef þú trúir á mig þá munt þú ekki deyja, ef þú munt lifa þóttu deyjir. Þannig að annarkvort var Jesús bara veikur eða hann var Guð. Já. Annarkvort var hann svo sem hann sagðist vera eða ekki. Og við ætlum í dag að covera svolítið bara frásögnina, það sem gerðist í upprisunni og í kringum hérna páskadag. Og við ætlum að gera út frá Jóhannes Guðspjalli, kafla 20. Það eru 4 hérna, frásögur af þeim sunnudegi. Og við ætlum að segja við þá sem eru í Jóhannes Guðspjalli. Það er blæbrigðamunur á þeim, en kjarnin er alltaf svo sami. Það segja allar frá sama viðburðinum og þær eru allar jafn accurate, þær eru allar jafn sannar, en það er aðeins aðrar svona áherslur eins og þú segir, blæbrigðamunur. Já. Á þeim. Yes. Við ætlum að lesa bara eiginlega allan kaflan og spjalla í gegnum hann. Og eftir það ætlum við að tala hvað upprisan þýðir. Hvað merkingu hún hefur. Já. Samanborið við líka bréf Nýja testamentsins og fleira. En Jóhannes 20, kafli 20, vers 1. Fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steininn tekinn frá gröfinni. Stoppa hana. Já, stoppa hana. Og ef þú ert following along að þá eru við þú veist að við ætlum að taka þetta svona, við ætlum að taka þetta í bitum, tala sem þetta og hérna ætlum við að stoppa af því að það er merkilegt bæði í nútímanum og sérstaklega þarna á þessum tíma að María Magdalena er kona og það er kona sem að kemur fyrst upp á gröfinni og sér hann uppreisinn og að því að konur voru second class citizens í Ísrael þú veist álitnir álitnir og hérna og þannig að það að kona sé fái þetta tækifæri að vera fyrst til að upplifa þennan atburð er stórmerkilegt og þær voru ekki taldar gilt vitni í dómsmálum eða í kerfinu þar sem að vera að dæma fólk. Nei, einmitt. Þannig að það að við myndum getum tekið annað þátt aðra seríu í bara rökin fyrir upprisu Krists en þetta var eitt atriði sem að bendi til þess að þetta sé ekki legarsaga, það er ein kenning eða ein svona mótrauk fyrir upprisunni, að þetta sé bara lygi. En ef lærisveinir og ætluðu að ljúga það að Jesús hafi verið sér frá dauðum og þeir voru búin að fela líkið eða eitthvað sem er önnur langsótt saga að þeir gætu overpowerað Rómaveldi með sínum veiði skills sem fiskimenn allavega
þeir myndu nota konu sem veitti, þeir myndu ekki gera það ef þeir ætlaðu að ljúga, þeir myndu segja sjálfsögðu Já. að það væri maður sem að sá Jesú fyrst til þess að fólk myndi ekki hlusta á það. Og einhver svona hátsettur maður sem að þú veist, hefði vægi í samfélaginu. Já, nákvæmlega. En þarna kona sett fram sem fyrsta vitni. Já. Og ef þetta væri ekki satt og rétt að þá hefði henni bara hún hefði bara verið hunsuð til dæmis. Og þeir hefði ekki minnst á hana yfir höfuð þeir hefði notað menn. En verstu, hún hleypur því Marja hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði, sem Jóhannes, sem að skrifar Jóhannesarguðspjall, vitnar í sig svona reglulega, og segir við þá: þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar hann og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinin og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman en hinn lærisveinninn hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan á gröfinni. Mjög mikilvægt smáatriði. Já. Þú sé þetta mím, það sem skilur Jóhannes og Pétur að hlaupa á gröfinni og það ein kenning eða svona talað að Pétur hafi verið mögulega elstur á lærisveinnum, þannig að það útskýrir mögulega af hverju hann var hægari. En þú veist, maður sér þetta fyrir sér. Þeir hlaupa og Jóhannes bara ég var undan þér. og Pétur spyr hver mun vita það, og Jóhannes hvíslar allir. Skrifar það í biblíuna. Jóhannes Guðspjall, allavega. Hann kemur undan á gröfinni. Hann, Jóhannes, laut inn og sá línblæðirnar liggjandi, eða bara líkklæðin, en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæðirnar liggja þar og sveitadúkinn sem við hafði höfuð hans. Hann lá ekki með línblæðinum, heldur lá saman vafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinninn sem kom með hann fyrir til grafarinnar, Jóhannes. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum, sem notabene spáð fyrir í Gamla testamentinu. Og Jesús talaði oft sjálfur. Með eitt dæmi? Til dæmis í Davíðssálmunum sem að tilheyra Gamla testamentinu og eru skrifaðir löngu fyrir þessa atburði, að þá stendur hérna: því ofselur helju ekki líf mitt. Því að þú, já, ákveðin lesblinda í gangi. Því að þú ofselur helju ekki líf mitt. Ofurselur. Já, það svolítið. Sýnir ekki gröfina þeim sem treystir þér. Að þarna verið að vitna í þetta og í fleiri staðin. Þú veist, var ekki Jesaja frekar en Jeremía 53 til dæmis, sem reyndar aðeins mér krossestinguna, en allavega mæli með öllum þeim kafla að þú veist tengja saman, áttaði á tengingunni milli Gamla og Nýja testamentisins. Allavega, margir staðir eins og þarna að Sálmur 16: þú ofurselur helgi, þú myndi ekki láta mig sjá gröfina, spádómur Jesú, á þessu sem rætist þarna, einn af mörgum. Síðan fóru í lærisveinsversi 10 áfram. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesús hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: kona, hví grætur þú? Hún svaraði: þeir hafa tekið í burtu drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesús standa þar, en hún vissi ekki að það var Jesús. Sem áhugavert og eins og talaði í Nýja testamentinu líka það skýrst að Jesús var með upprisu líkama, nýjan líkama, sem að líka lofaður okkur, sem við kannski tölum meira eftir, en ekki það að Jesús hafi litið allt öðruvísi út heldur en hann var gerði áður, en greinilega einhvers konar munur eða einhver önnur upplifun. Jesús segi við hana: konan, hví grætur þú? Af hverjum leitar þú? Hún hélt að hann væri grasgarðsvörðurinn, bara garðyrkjumaður eða vörður í garðinum. Og sagði við hann: herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann svo ég geti sótt hann. Og það áhugavert að hún hafi haldið að hann væri grasgarðsvörður eða garðyrkjumaður. Og ég held að sé smáatriði í biblíunni sem hafa ekki merkingu, skilur, eins og bara eitthvað
þá stóð það astin sem að Jesús fekk til þess að koma sem hann fekk til að nota á Pálmasunnudegi þegar hann kom inn í Jerúsalem. Já, Það segir að hann hafi verið bundinn við hvað dyrastaf eða eitthvað bara við hurð. já, Það er akkurat. smáatriði sem að ég held að hafa enga merkingu. Mögulega, skilur við. Mögulega. En Og við þú erum veist, ekki alveg á því að hver bókstafur hafi stórkostlega merkingu í Biblíunni og þú þurfir að skilja það til þess að raunverulega fatta Biblíuna. Nei. Fullt af listrænum atriðum og stíl í bókmenntum sem að maður getur grafið upp en það skýrir bara frekar merkinguna sem er nú þegar mjög skýr á yfirborðinu. Já. Fagnarerindið, allavega. En þetta að hún hafi síðan sem graskarlsför sem garðyrkjumann ég held að því sögðu þótt að sé kannski eitthvað smáatriðum eða svona aukatriðum sem að hafa ekki einhverja merkingu, þá held ég að sé ekki mikið af kannski sem eru svona nálægt upprisu dauða og upprisu Jesú. Nei. Ég myndi halda að það sé lítið af tilvílunum í kringum það sem eru tekið fram. Já, akkurat. En þegar Guð skapaði Adam og Evu, þegar hann skapaði mennina, þá var fyrsta starfið sem að maðurinn fekk var það að vera garðyrkjumaður. Það að taka eins og einn held að vera gyðinglegur svona rabbi eða kennari á fyrstu öld eða eitthvað, talaði að merkingin á baki það að ríkja yfir heiminum eins og Adam og Eva og við eigum að gera er það að taka heiminn og fara einhvers með hann með Guði, að vera svona að skapa heiminn og móta hann og byggja borgir og heim og svolítið bara svona sandbox eins og í tölvuleik, gera eitthvað, skapa. Akkurat. Það var tilgangurinn okkar og við brugðumst, við fjallum og heimurinn er og hefur brotin síðan, en það er eins og Jesús sé með þessu, hann kemur út úr gröfinni og ég myndi halda að fyrst hún heldur að hann sé garðyrkjumaður, það kannski er það því að hann lúkkar bara eins og garðyrkjumaður, kannski heldur hann bara eitthvað hrífu, ég veit ekki, potið ekki, en ég myndi halda að það væri það því að hann var eitthvað að fytla í einhverjum blómum eða greinum eða eitthvað og laga þær til sem að gæti verið bara eins og tákn eða bara hei, nú er ég komin til þess að endurreisa Eden. Ég hef svona persónulega gaman að því að ímynda mér sko að hann sé þarna með stráhatt og í smekkbuxum, þú veist, og í svona kúrikastígulum, skilur, bara eitthvað svona, þú veist, og sé bara með, þú veist, Pottet. garðklippurnar, að þú veist, snýrt ykkur runna þarna í horninu. Pottet. Að þau bara, hann bara, ok, þú veist. Kannski er hann í rómverja klæðunum, Svolítið, skilur, að því hann skildi eftir líklæðin sín og þurfti eitthvað, fekk það. Í svona tóka, það er áhugavert. Já, ég meina, segir að það var lærisveit sem flúði nakin frá handtöku atburðum Jesú þegar hann handtekinn. Já. Skilur, kannski var rómverja sem flúði nakin frá upprisunni og Jesús bara hvað fekk það. Akkurat. Segir svona. Allavega. Já, það skiptir ekki máli. Allavega. Það er eins og Jesús segir. Velkomin í óbiblíulegar biblíupælingar. Já. Í seta á Guð. Það er allavega, ég meina Jesús er komin til þess að endurreisa heiminn og gera hann eins og hann átti alltaf að vera. Það er skýrst. Og þetta getur bara verið eitt lítið tákn eða myndlíking fyrir það. Já. Hei, ég er komin til þess að endurreisa Eden. Byggja heiminn. Hún heldur að hans í graskarlsförður segir ef þú hefur tekið líkama Jesú í burtu viltu segja mér hvað hann er. Vers 16, Jesús segir við hana María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku Rabúni því meistari. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stiginn upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar, ykkar. Og þetta er áhugavert að mörgu leyti, af því að þegar hann segir farðu til bræðra minna og hún er nýbúin að ávarpa hann sem Rabúni, kennari, meistari, og hann segir farðu til bræðra minna, að hann það bendir svo mikið til þess hversu mikla virðingu hann bar fyrir þeim og að hann leit á þá sem jafningi sína sem að sem er merkilegt að tvennuleiti til að í fyrsta lagi í gyðinglegu samfélagi að þegar þú ert ef þú ert gyðinglegu rabbíni þá ertu í eðliðinu engan veginn í jafningi nemanda þeirna. Þú ert rabbíni af því þú ert ekki jafningi nemanda þeirna. Það er ákveð power struggle, skilurðu, og þú ert kennari, þú ert meistari og þeir eru lærisveinar undir þér.
en að því að mörgu leiti eins og segi, þú veist, og fyrir Guðspjöllunum er talað um það, þú veist, hvernig að Jesús velur lærisveina sína, hann flippar því og kolf, venjulega var það þannig að þú leitarir að rabbína sem nemandi, en allavega þannig að hann er með þessu að snúa, þú veist, gyðinglu samfélagi ekki svona kolf, einhvern veginn, og eða svona the Jewish custom og líka bara það, þú veist, að sem Guð, sem þú veist, sem höfðingi að hann humblar sig, skilur, frammi fyrir þeim og segir, þú veist, bræður mínir, jafningar, sem er líka bara skjóðin, bara eins og bara þema í Nýja testamentinu að Jesús manni hvort það er Hebreabréfið eða hvað það er, og við erum aðeins að tala um það eftir, en Jesús er líka frumgróðið eða eins og frumburður fyrir mannkynið. Það er að segja eins og svona prototype eða fyrsta systkinið. Skilur, hann er svona hvað er prototype á íslensku? Svona frumútgáfa fyrir okkar. Þannig að með þessu erum líka að segja bara hei, fara til bræðra mína, þeir sem eru yngri bræður mínir, systkini mín. Og segir líka og ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guð ykkar, bara minn Guð, minn fær, sambandi sem ég hef við Guð, við föður minn, það er sambandi sem býðst ykkur. Nú erum við systkini, við erum fjölskylda. Akkurat. Það er dálítið svona groundbreaking, dálítið kaflaskil. María Magdalena kemur heim og boðar lærisveinunum, ég hef séð drottinn, og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga, sem í eðlilega, því að þú veist, þeir trúðu því að Jesús væri dáinn ennþá, eins og hann var, voru hræddir út af niðurlægingunni og hræddir að fólk myndi jafnvel ráðast á það að brjóta eitthvað á þeim. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Mér finnst þetta mjög áhugavert, tvennt. Bæði að fyrsta sem hann segir er friður sé með ykkur. Bara, hann hefði getað sagt, ok, fyrst alveg byrjum að tala um af hverju þið fóru frá mér. Hann hefði getað sagt, af hverju trú eitthvað svona veik, af hverju manni hvort það er hér eða annars staðar sem að stendur að lærisveinarnir trúðu ekki því sem að María eða konurnar sögðu uppreisnina. Hann hefði alveg getað gagnrýnt á réttilega, en fyrsta sem hann segir er friður sé með ykkur, bara ég er komin til að blessa ykkur og ég er með góða fréttir. Það er mjög mikil merking í því. Og númer 2, þetta er líka bara, ég gerir ráð fyrir hans að segja bara shalom, sem er bara hebreska orðið fyrir frið, og er mjög sambærilegt því hvernig við segjum bara blessaður eða sæll í dag. Þú ert að heilsa ykkur að segja blessaður, þá ert að segja bara basically að segja Guð blessi þig. Þú leggur kannski ekki merkingu í það nema að segja kristinn og hugsa ekki eftir það í hvert skipti. Það hafði merkingu fyrir gyðingum, þannig að hann er að meina það sem hann segir, en síðan er þetta líka einhver leiti, er þetta bara hæ, þetta er bara sælis, bara blessaður. Sem að mér finnst það pínu komískt næstu því að hann bara eitthvað poppar hann upp, eða skilur þeir voru með læst og þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra, bara eitthvað hæ, ég er komin aftur. Ég bara eitthvað, ég var þetta fyrir utan, við erum með læst, þannig ég bara afsakið mig. Nei, friður sé með ykkur. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu, væntanlega sem að naglaförinu voru og spjót að farið það sem var stungin á krossinu. Lærisveinarnir urðu glaðir þeir sáu drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá, friður sé með ykkur, eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég ykkur. Sem er basically ein af nokkrum útgáfum fyrir kristniboðskipurina, sem að aftur er efni í annan þátt. En þetta er mjög áhugavert að þannig er Jesús búinn með sitt 30 ára starf, búinn að gera það sem hann kom til að gera, deyja og rísa upp, taka á sig syndir okkar og rísa upp og staðfesta hver hann er. Og svo segir hann, ok, núna ég er ekki hættur, en bara þið eru framlenging á því sem ég er að gera. Eins og Faðirinn sendi mig, þá er ég að senda ykkur. Og þetta verk hefur haldið áfram síðan þá. Og þetta er svo magnað út frá bara
þú veist, bara, þú ímyndaðir bara, þú veist, hvað hann að segja þegar hann segir eins og faðirinn sendi mig, sendi ég ykkur, að þarna hann, þú veist, þarna hann bara doubling down á því, þú veist, eins og stendur annar staðar, skilur þú veist, það sem ég hef gert, þú veist, það munu þið og gjöra og, þú veist, meira jafnvel, skilur og þarna þú veist, þarna hann að leggja svo mikla áherslu á bara, þú veist, ég í yður, það verkefni sem ég hef sett fram fyrir yður eitthvað sem, þú veist, bara, já, ég hef kennt ykkur og go forth þannig að, þú veist, þarna hann svo mikið að bara það svo mikið humble í þessu hjá honum sem að svo magnað bara, hann svona svolítið á saman tíma að segja ég ætla að taka allt krediti, ég að gera það en ég samt að leiða ykkur að taka þátt í og fá ákveðið kredit bara svona við ætlum að gera þetta saman já, nákvæmlega enda sem líka gett fattigt því að hann hefði alveg geta komið, dáið risið upp og verið bara áfram hana og gert þetta allt einn en hugsaði bara, það meira svona praktíst, það meira productive næstu líka við að bara finna mér eitthvað 12 láta þá læra svona að þetta svona margföldunar áhrif og það miklu fljótlegri leið til þess að ná árangri, það skilur þetta bara mjög praktíst og mjög svona relational líka og sambandsbundið og það Guð vill vinna með okkur, hann vill ekki bara og hann bara einn Guð en hann vill líka að við séum guðleg, að við séum að vinna með honum á móta heiminn. Já, og að því að hann, þú veist, hann getur, þú veist, eins og með Kristniboðsskipunina, skilur við, að þú veist, og eins og með þetta, þú veist, ég sendi yður, hann gæti hafa bara, þú veist, hann hefði bara geta reisið upp og þú veist, bara opnað heiminn, skilur við, allt þetta, þú veist, og allt þetta opinberunarbókar dæmi, skilur við, þú veist, lúðrarnir og allt þetta, þú veist, þannig að öll jörðin heyri, en hann ákveður að koma niður og segja, þú veist, eins og faðirinn hefur sendt mig, sendi ég yður, hann gerir þetta í gegnum okkur, gerir þetta í gegnum hans samverka fólk og þetta, þú veist, þetta hefur líka bara með það að gera eins og stendur í, þú veist, eins og kemur fram í upphafi, fyrstu Mósebók, skilur við, að Guð hafði aldrei þörf fyrir mannin á nokkurn hátt. En hann valdi það og hann vildi það og vill það. Hann hafði þetta sagt, andað hann á þá og sagði meðtakið heilagan anda. Nú erum við ekki með allan tíman í heiminum, þú sér hvað klukkan er, en örstutt þetta, skjótu. Heilagan anda. Já, heilagan anda, það sem er svo, þú veist, það sem er svo merkilegt við það að náttúrulega eins og glöggir hlustendur vita að þá erum við búin að gera seríu þrenninguna og þar á meðal þáttum heilagan anda og þetta það að nærvera heilagsanda er nærvera Jesú í rauninni, nærvera Guðs og þarna er hann að segja bara, ég er með ykkur þú veist, að þú veist, þið eruð ekki einir í þessu þið hafið minn heilaga anda og þetta með meðtaka heilaga anda það hljómar svo stórt og svo flókið og mikið getur gert það í sumum kirkjuringum en í grunninn er þetta bara það að hafa trúna að ef að þú trúir að Jesús gerði það sem hann gerði og var sá sem hann sagðist vera og er sá sem hann sagðist vera að þá hefur það heilagan anda og hefur þann kraft, hefur þetta og hefur þann frið sem að honum fylgir. Já, eftir þess aðburði þá sjáum við og ætlum bara að umorða þessa til þess að tímansagna til að komast í annað en Tómas enda á læri sinum 12 var ekki þarna á staðnum viku seinna birtist sér svo aftur fyrir þeim þegar Tómas er á staðnum og Tómas var efins og segir bara ég trúi ekki nema ég sjái naglaförin í höndunum og það er rosalega áhugavert að Jesús dæmir hann ekki, hann fordæmir hann ekki er ekki hneykslaður kannski vonbrigði bótið, en hann segir bara við hann koti hérna og sjá þig, ég skal sýna þetta og Tómas hann trúir og Jesús segir þú trúir að því þú hefur séð mig en sælir blessaðir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa samt þannig að hann segir ok, það er alltaf læg og sérst efins og strögglis bara kotið með þetta í mín og talaði við mig og hafði heilbrigðan ef það ekki
ekki efast það sem hún veist þá þarft ekki efast karakterinn minn og ég sé góður. Nei. En ef þú ert með spurningar, komdu með til mín og við skulum finna út úr því saman og ég sé sínaður hver ég er. Það er svolítið svona held ég biblíulegt teik og efa í hnotskurn. Ok, það er ein mjög hröð yfirferð yfir atburði páskadags. Já. Bara tveir, þrír biblíutextar hvað þetta þýðir. Nú páskadagur og páskar eru stærsta hátíð kristinna manna. Þóttu jólin allan svona á Íslandi og í vestrænum heimi lúkki stærri af því það eru gjafir og fleiri fagnaði kannski meira aðdraðandir en páskahátíðin er það sem að stærsti atburðurinn á sér stað. Já. Það sem kaflaskilin eru og grundvöllurinn fyrir fagnarerindið. C.S. Lewis, höfundurinn í bókina Bretinn á síðustu öld, sagði að það að predika kristna trú þýðir fyrst og fremst að predika upprissuna. Upprisan er miðlægt þema í hverri kristinni predikun að kristinni fræðslu. Eins og við sjáum í postulasögunni, upprisunni og afleiðing upprisunar. Eins og við sjáum í postulasögunni, upprisan og afleiðing upprisunar eru fagnarerindið, eru góðu fréttirnar sem að kristnir komu með. Þannig að upprisan er miðpunkturinn, krossfestingin upprisan er miðpunkturinn í trúnum okkar. Já. Þess vegna segir Páll í fyrra Korinthubréfi 15, versi 14, ef Kristur er ekki upprisin, þá er ónýt predikun okkar, ónýt líka trú ykkar. Já. Bara, ef þetta er bara lygi eða misskilningur, ef Jesús bara var, þú veist, svona hallucination, hvað sem var, svona offsjón. Offsjón. Ef hann var það sem getur reyndar basically ekki gerst fyrir 500 pluss manns, 500 manns sem að sáist einnig mann, það á sér ekki stað. Nei. En ef einhverjum ástæðum þetta átti ekki stað, þá átti sér ekki stað, þá er kristin trú bara rusl, bara misskilningur. Já. Og gengur ekki upp. Við erum aumkunarverðastir allra manna, við erum bara aumingjar. Já. Og lægstir, segir hann. Bara we don't have a leg to stand on ef að þetta er ekki satt. Nákvæmlega. En, segir hann, nú er Kristur upprisin frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaður eru. Þetta er mjög stórt. Já. Og eins og er sagt mjög svipað í fyrra Þessalónikubréfi, kafla 4. 14. Ef við trúum því að Jesús er dáinn og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú, gegnum Jesú, leiða ásamt honum fram þá sem sofnaður eru. Þannig er í bæðiskiptin, fyrra Korinthubréfi og fyrra Þessalónikubréfi, og að tala að Jesús sé eins og þetta prototype, eins og þessi frumgróði eða frumútgáfa. Já. Fyrir alla hina. Fyrir þá sem eru sofnaðir, dánir. Akkurat. Að því að Jesús reis upp með öðrum orðum, munum við sem treystum á hann reis upp. Annar texti sem vitnar merkinguna og vægi upprisunar er Mattheus 16, sem glöggir að þeir sem þekkja biblíuna sína sjá að þetta er á undan upprisunni og öllum þeim atburðum. Í miðjunni bara einhvern tímann í starfi Jesú koma farisear og saddúkjar, trúarlegir leiðtogar til hans, vildu freista hann, sendur Mattheus 16:1, og báðu hann að sýna sér tákn af himni. Hann svaraði þeim að kvöldi segi þið það verður góðviðri því að roði er á lofti og að morgni illviðri er í dag, himinin er rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunnið það ráða, þið kunnið að spá í hvernig veðri verður, hvernig það lítur út í dag. Það er núna. En þið kunnið ekki að ráða í tákn tímanum. Nei. Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en ekki verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Viltu kommenta þetta? Þegar Jesús segir tákn Jónasar og ekkert annað í rauninni, að þá er hann að vitna til sama eðlis sem sagt, upprísu Jónasar þegar hann fer niður í hvalinn og upp úr honum aftur. Og það voru 3 dagar, rétt eins og Jesús í gröfinni í 3 daga, að þannig er hann þannig er hann basically að segja, þú veist, þið hafið séð þetta áður. Og ég ætla einungis að kenna ykkur þetta til þess að sýna fram á það að það sem ég gerði eða það sem ég mun gera sem sagt þetta er löngu fyrir upprýsuna og allt þetta að sem staðfestingu
af því að Já. það sem að Jesús gerir þvert í gegnum alla sína kennslu það að vitna í Gamla testamentið og hebrísku ritningarnar til staðfestingar á hans þjónustu. Hann er eins og segja, það er ekki eins og hann er að segja táknið sem þið beðið staðfestingin á því hver ég er og hvað ég er að gera er upprisan. Alveg svo Jóhannes kom aftur eftir 3 daga eða á 3. degi þannig mun ég að koma. Þetta upprisa mín, hún staðfesti hver ég er og að það sem ég kenni er satt og ég er svo sem ég segist vera og hann sagðist mjög skýrt vera Guð þó þannig að ekki notað orðin ég er Guð þá sagði hann ég er og vitnaði mjög skýrt í Guð annars hefði hann eflaust verið bara grýttur eða krossastur fyrr hann þurfti aðeins meiri tíma til að komast að hann allavega þannig upprisan staðfest það opnar himinin fyrir okkur það leyfir þessum trú að Jesú er eilíft líf og rís upp eins og hann af því að líka upprisan staðfestir hver Jesús var allan tíman. Akkurat. Og til að slá botnin inn á þátt þá vitnum við bara í bara mjög einföld og þægileg vefsíða sem heitir gotquestions.org held ég þau ætla að googla sem bara viljum benda hlustundum á sérstaklega ungum sem að hafa einhverjar spurningar út í eitthvað í biblíunni eða trúna en flest í biblíunni þá er langoftast mjög góð, solid, einföld og skýr svör á gotquestions whatever, bara eitthvað í biblíunni eða eitthvað þema í kristinni trú og sem eru mjög greinargóð og eru mjög vel researched en eru sett fram á mjög einföldu máli. Já, endilega að segja því og þar til að útskýra merkingu upprisunar í botninum eða neðst í þeirri greina samantektin og við endum á þessu sagt, af hverju er upprisa Jesú Krist mikilvæg af því að það sannar hver Jesús var eða er. Já. Það sýnir að Guð samþykti fórn Jesú sem fórn fyrir í okkar stað. Það sýnir að Guð hefur kraftinn til þess að reisa upp dauða og það tryggir að líkaminn þeirra sem að trúa á Jesú mun ekki vera dauðir áfram að haldast dauðir heldur munu rísa upp í eilíft líf. Já. Upprisan er allt í kristinni. Hún er bara grunnurinn og miðpunkturinn og framtíðin fyrir kristna. Þannig það er boðskapur páskana. Það er eins og lærisveinarnir glöddust þegar þeir sáu Jesú. Full ástæða fyrir okkur að glæðast og eitthvað sem við ættum að hugsa og ekki bara páskana heldur alltaf eins og svo margt í trúnakar og hátíðum kristninnar. Við segjum bara góða páska. Njótið frísins og ekki gleyma boðskapnum. Hann er ekki bara einhver hlýhugsun eða ástæða til að mæta í kirkju einu sinni. Nákvæmlega. Það er eitthvað sem að getur breytt lífinu og bjarga lífinu ef þú treystir Jesú. Þangað til næst. Adiós.